Skammt frá sjónum við innkeyrsluna á Fáskrúðsfjörð tekur á móti okkur sjarmerandi hús með heimilislegu yfirbragði. Hér reka hjónin Óðinn Magnason og Björg Hjelm kaffi Sumarlínu sem þrátt fyrir nafnið er meira en kaffihús. Hér má meðal annars finna víðfræga sjávarréttasúpu og heimabakaðar pizzur sem Björg fletur út í höndunum og Óðinn skrásetur eftir kúnstarinnar reglum. Þegar okkur bara garði voru pizzurnar á árinu orðnar 5.854 sem er 30% aukning frá árinu á undan og langflestar 16 tommu. Já, það eru nokkrir fermetrar af degi í því. En byrjum á byrjuninni. Hvar hefst þessi saga kaffi Sumarlínu? Í janúar 2006 þá hringi ég stelpurnar sem eiga þetta hús og spyr hvort að þær séu tilbúnar að koma og opna þetta á kosningahelgina. Gera eitthvað skemmtilegt á kosningahelgina sem að þá var í, maður ekki, maí eða eitthvað, maður það ekki nákvæmlega. Jú, þær voru alveg til í það en við erum nú eiginlega bara spáið að selja þetta, segja þær. Við erum búin að auglýsa sölu. Já, blessa vera eitt af því maður, ég skal bara kaupa þetta að ykkur. Svo var það ekkert meir og svo líður bara því að þessi kosningahelgi er og við hjónin komum hérna niður og við vorum hérna nokkuð saman hópur, fórum að fá okkur að borða. En þegar við komum þá standa þær systur hér upp á búnar og bjóða okkur velkomin. Og hérna, nú ætlum við að sýna ykkur húsið. Já, ætlar þú ekki að kaupa þetta? Er þið ekki löngu búin að selja þetta? Nei, við tókum þetta af sölu og ætlum að selja ykkur þetta. Þannig gerist þetta. Við áttum húsið svo bara 3 mánuðum seinna eða 2 mánuðum seinna. Og þegar eignist húsið, já þá er planið að opna hérna kaffihús. Já. En það þróaðist út í eitthvað meira. Já, svolítið mikið meira. Hvernig gerist það allt saman? Og ég segja það sögur. Já, það er þannig að ég er heima eitthvað að vinna í tölvunni. Ég var í annarri vinnu, ég var hérna vagnstjóri í fiskimjölsverksmiðjunni, var búin að vera þar í vinnu í 25 ár. Var eitthvað að brasa heim í tölvunni og hún var búin að vera hérna niður frá í einhverjar vikur. Ég hringi í hana og segi, heyrðu, nú er komið tíma að fara að elda almennilega mat, ég er orðinn svangur. Hún fór út í hérna búð og keypti mat, ég minnir það að verið saltkjöt og baunir og eldaði það hérna niður frá. Svo hringir hún og segir, heyrðu, maturinn er tilbúinn, komdu niður. Já, ég kem eitthvað smá, ég er að klára smá. Svo kem ég hérna niður og indælis matarlykti er en engin matur. Þá kom hér einhver inn, fann lyktin af matnum og spyr hvað hún sé að elda. Og ég er elda saltkjöt og baunir, segir hún, og get ég fengið? Já. Hún þorði ekki að segja nei, hún seldi honum matinni. Þannig byrjaði þetta, þá fórum við nú svona að hugsa það, já, við ættum kannski bara að vera með einhvern mat hérna líka. En þú var svangur þetta kvöld? Já, ég var svangur á þennan dag. En það er nú stór matseðill og margir réttir á seðlinum. Er þetta allt bara sem að þér finnst gaman að elda eða hvað verður? Já, bara mjög gaman. En svo hérna fyrir aftan okkur sé ég líka að það er handavinna. Er þetta til þig? Já, hluti. Svo eftir móður minni líka. Þannig að þú nýtir tíman á milli í þetta líka? Já. Þannig að það er annarkvort deig eða prjónar? Eða prjónar, já. En nú er hún með prjónan í höndunum svona á milli. Hvað gerir þú á milli? Ég, ekki neitt, fyrir Facebook. Ég skoða skipasíðurnar. Og horfur á Leeds? Já, svona ef ég hef tíma til þess. En þessi staður hérna, þið erum búin að vera með henni í þennan tíma, hefur þetta þróast mikið í gegnum árin eða haldið í svolítið festu að vera að bjóða upp á svona þetta sama gamla góða? Já, við höfum ekki breytt miklu. Við höfum bætt við dálítið. Við erum með nýjan matseðil núna tilbúin á minnislykli einhver staðar en það er bara ekki vinst tími til að prenta hann út. En það er svona meira til þess að koma til móts við svona breytta tíma. Grænmetis pizza sem það er nafni jókabíllinn. Ketoborgari til dæmis og svona bara, já, svona fylgja tímanum. En þá er spurningin getum við tekið eitthvað út? Á endanum er það alltaf nei. Já. Þannig að hann stækkar alltaf og stækkar matseðil. Það verður bara að vera þannig. Nú tekur þú á móti gestunum hérna á staðnum. Hvernig hefur þetta verið eins og þetta árið? Hvað hafa gestir verið að segja og svo hafa nú heimamenn verið duglegir líka við að segja staðinn? Já, í sumarið var svolítið öðruvísi að því leytinu til að sími hringdi dálítið mikið í pítsupantanir út. Yfirleitt hefur nú verið þannig að fólk er á ferðalagi og er í útilegum og hér og þar og meira kannski að grilla heima. Sumarið var frekar kalt. Þannig að það er hluti af aukningunni okkar hér í sumar er það að lókalinn og nærsveitungar var að nota þetta meira heldur en svona í meðalári.
En hvað á maður eiginlega að panta sér á matseðlinum? Hvað er, með hverju mæluru? Sjávarútvegssúpunni. Já. Hún er rosalega góð. Mjög vinsæl. Ég get sagt þér eina sögu af því. Já. Ég var í fyrra sumar held ég. Þá kemur maður hérna frá Illinois í Bandaríkjunum. Hann sagði mér þetta eftir á sko. Hann settist þarna á borð 2 sem við köllum. Hann opnaði ekki matseðilinn. Sagði bara I like to have seafood soup. Allt í lagi með hann, fekk bara sína sjávarræktarsúpu og allt í lagi með hann, borðaði hana með góðri list. Þá segir hann með þessa sögu. Ég er frá Illinois í Bandaríkjunum og ég á vin sem kom til Íslands í fyrra. Hann sagði mér það ef ég færi einhvern tíma til Íslands þá er hann að fara á lítið veitingahús austur á landi sem heitir Kaffi Sumarlína og fá sér sjávarræktarsúpu. Og ertu komin hérna vegna þess? Já, það er þannig að ég var sendur í vinnuferð til Reykjavíkur og ég ákvaði að fara 1 dag fyrr og láta þetta eftir mér. Þannig að hann kom deginu fyrr, fór niður á bílaleigu, tók bílaleigu, keyrði austur að fá suðurleiðina, pantaði sér sjávarræktarsúpu, sagði mér þessa sögu, kvaddi og fór norðurleiðina heima til hann með vinnu daginn eftir. Já. Hann keyrði hringinn í kringu landið eftir einni skál af sjávarræktarsúpu og hann sagði að súpan hefði verið betri en sagan. Heyrðu, hvað getur við sagt mér kökurnar hérna? Sem að við erum að baka hér á Sumarlínu. Já. Já, það hefur skapast svo hefð hér hjá loðnuvinnslinni, fyrirtækjum okkar í fiskvinnslinni að gefa tertur við hinn ýmsu tilefni. Til dæmis ef það kemur erlent skip hér að landa, norst eða færist, að það fáið ekki tertu að gjöf með mynd af skipinu. Já. Sem að ég tek í langflestum tilfellum og prenta út á marsipan og við setjum hún á þessar kökur og skipverjunum er fært svona terta. Sama er þegar að hérna eru einhverjir svona áfangar í gangi, eins og núna daginn fengu skipin okkar tertu, bæði Háfelli og Ljósafelli til með því voru búin að fiska fyrir milljarð á árinu. Þannig að þetta telur í nokkrum tugum á árinu. Kökurnar hérna, þær eru heimsfrægar? Það eru heimsfrægar og bærinn gengur undir nafninu Cape Town í Noregi og Kageport í Færeyjum. Það er alveg. Út af þessu.